Heilir og sælir, áhorfendur góðir, við Katrín Guðrún erum ennþá stödd á heimsleikum fatlaðra hér í stórborginni Berlín. Í fyrri þættinum okkar fylgdust við með undirbúningi keppandana fyrir mótið, en alls eru 30 Íslendingar sem keppa í 10 greinum. En við erum ekki ein á ferð, því hér eru 7000 keppendur frá 190 löndum og keppa þeir í 26 íþróttagreinum. Svo það nú eitthvað skal segja ykkur. Og nú fer að draga til tíðinda. Keppnin er komin á skrið. Okkar fólk er fullt tillökkunar á vettvangi sinna keppnisgreina. Og einbeitingin og áhuginn skín úr hverju andliti. Rétt eins og hér á meðal þáttakanda okkar fólks í frjálsum íþróttum á Hans Braun leikvangnum í Berlín, sem er hluti Ólympíu garðsins í vesturhluta borgarinnar. 4 íslenskir keppendur taka þátt í þessari grein og við skulum heyra í þeim hljóðið. Hjálmar, þú varst að stökkva á hann, hvernig fannst þið stökkin ganga? Fín bara. Og hvernig finnst þér að vera hérna í Berlín? Ósköp gott. Geggjað. Og hvernig finnst þér upplifunin? Bara gott. Ertu spenntur fyrir komandi tímum á mótinu? Yes, já. Katrín, þú ert í bæði í kúlu og hlaupum hérna. Er ekkert erfitt að velja á milli? Nei, ekki erfitt. Hvort finnst þér skemmtilega að vera? Kúlugar. En þú ert líka góð í hlaupum? Já, ég er mjög góð í því. Hvernig finnst þér að vera þarna á mótinu? Bara mjög skemmtilegt. Fyrsta skipti mitt að vera á heimsleikum svona stóru móti. Hvernig er upplifunin? Bara mjög skemmtileg. Góð upplifun? Já, mjög. Ertu ekki stolt af þér? Jú, mjög stolt af mér. Takk fyrir þetta. Ekkert mál. Sæll Skúli, í hverju ert þú að keppa hérna á mótinu? Kúlvarpi og 400 metra hlaupi. Hvort er henni erfiðara? 400 metra. Er ekki hitinn kæfandi? Jú, það er 30 stig hiti. Við sáum þig á pallinum áðan, þú varst að springa á stolti. Já, ég var bara til að vera með. Þáttakan skiptir máli. Já. Takk fyrir þetta Skúli. Já. Gaman að sjá þig. Í hverju ert þú að keppa? Ég keppi í 400 metra hlaupi og langstökki. Og hvernig er búið að ganga? Alveg mjög vel. Betur en þú hélst? Já. Ertu ekki að springa á stolti? Jú. Það er góð tilfinning. Já. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þig. Næst liggur leið okkar til Messi Berlín í Vesturbænum. Það sem einn íslensku keppandi í badminton etur kappi við aðra íþróttamenn frá svo að segja öllum byggðum bólum jarðar. Hér er ekkert gefið eftir og það er smassað að kyngimögnuðum krafti yfir netið og onni golf. Það er bragur að þessu eins og maðurinn sagði. Þetta var alveg svakalegt Þorsteinn, þú ert bara sveittur. Já, það er mikið hérna. Er þetta erfið íþrótt? Já, máða, erfið. Hvað er erfiðast? Keppar mikið. Mikið álag? Já. En þú ert alltaf að vera betri og betri? Já. Og það má þakka þjálfaranum Jónasi. Jónas, hvernig er þjálfari eiginlega, Þorsteinn? Það er bara svona eins og maður þjálfa badminton held ég sko. Við tökum fullt af æfingum og reynum að vinna í fótaburði og að slá kúluna og bara æfa allt sem maður þarf að nota í keppni. Hefur hann ekki blómstrað? Jú, þetta er aðri leikarnar hans og hann hefur búinn að vera að taka rosa miklum framförum síðustu ár. Og það er stóra gjöfin þín? Já, þetta er rosalega gaman þegar það gengur vel sérstaklega. En jafnvel þó að gangi ekki vel, þá er líka gaman. Og Þorsteinn, þátttaka er rosalega mikilvæg? Já. Jónas, hvernig finnst þér leikarnir? Þetta eru búin að vera mjög skemmtilegir leikar. Við erum búin að vera að bíða í nokkra daga eftir að fá að komast í keppni. Þannig að það er bara spennandi að fá að byrja núna. Gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir. Heimsleikarnir rekja sögu sína aftur til 1968 þegar þeir voru fyrst haldnir í Chicago í Bandaríkjunum. Að tilstuðlan Kennedy fjölskyldunar sem lét sér hag fatlaðs fólks varða og fannst það afskipt í samfélaginu. Mótið í Berlín er það 27. sem haldið er að sumri til.
Svo þetta orðið mikil saga sem Íslendingar hafa verið hluti af í áraraðir. Þökk sé öflugu og metnaðarfullu starfi, Íþróttasambands fatlaðra og allra félagana innan þess á heimaslóðum. Íþróttasamband fatlaðra hefur árum saman sent fjölda keppenda á jafnt sumar- og vetrarleika þessa merkilega og sögufræga mót sem hefur reynst hundruðum Íslendinga einstök og ógleymanleg lífsreynsla eins og Magnúsar þekkjum, en við höfum bæði tekið þátt í leikunum á fyrri tímum og búum ævilega af þeirri upplifun. Þórður, ég tala fyrir hönd keppanda að upplifun á þessu móti einstök. Já, ég vona innilega að svo sé fyrir alla. Það allavega ljóst að allir þjálfarar og aðstandendur hafa verið mjög ánægðir með allt sem að hinga til. Og það sem líka svo jákvætt í þessu þessi mikla og jákvæða upplifun og það eitthvað sem við getum alltaf og eftirspurnin eftir að fá að komast á leikana heima alltaf mikil. Það svo mikil metnaður í mótshaldinu. Já, það í rauninni ákveðin standard sem búið að setja og það var mjög gaman að sjá síðustu leika og ég meina Þjóðverjarnir hafa ásett sér að vera með sama standard og var niður í Abu Dhabi fyrir 4 árum og það var í rauninni eitt af flottasta mót sem við höfum farið á. Mjög glæsilegt, öll umgjörð og ég upplifi það sama hér. Þetta bara parið við Ólympíuleikana sjálfa? Já, algjörlega. Ég hef náttúrulega upplifun af því líka að fara á Paralympicsleikana og þetta algjörlega stendur á pari við þá. Það alveg ljóst. Hér ræður virðingin. Já, virðingin og gleðin. Takk fyrir. Anna Karla, þú hefur fylgst með leikunum langt ára bil. Þetta einstök upplifun. Mér finnst þetta algjörlega einstök upplifun og þá ég bara að tala sem kennari vegna þess að þarna verið að velja þá sem kannski aldrei eru valdir í þetta hefðbundna píramídakerfi íþróttanna og þess vegna bara fólk að koma sem aldrei hefur kannski haft tækifæri og náttúrulega alveg svakalega glatt og kátt að bara fá þetta tækifæri og sumir að stíga á velunapall í fyrsta sinn. En ég segi alltaf að þetta sé svona sigurferð fyrir sjálfsmyndina og fyrir mig þá það að vinna þar ekkert síðra heldur en að fá gullpenning fyrir árangur að hlaupa hratt. Þannig að mér finnst þetta algjörlega einstök upplifun. Þetta ótrúlega saga. Þú hefur örugglega ekki oft trúað henni sjálf? Nei, ég vil ekki alltaf trúa henni sjálf og svo gaman vegna þess að sagan gerist bara svona 1, 2 og 3 og þar til dæmis þú ert búin að hafa mikil áhrif vegna þess að þú fórst að æfa listum á skautum. Það trúði enginn að það væri hægt en af því að þú og fleiri byrjuðu þá eru bara konið 30-40 í dag að æfa listum á skautum og enginn horfir á mann stórum augum þegar maður tala um að það sé hægt að hafa farið listum á skautum. En þetta þannig. Þú ert að gera það ótrúlega að trúarlegum hlut. Ekki ég, það bara þið öll sem að ég að fylgjast með því. En það sem ég svo gaman það sagan bara að gerast og þeir sem nýta tækifærin, ég meina þeir bara upplifa. Þetta ekki bara aukast og aukast? Ekki spurning, bara aukast og aukast og við reynum að sækja meiri kvóta næst og reyna bara að láta Ísland vera stærst í heimi hlutfallslega því að þetta eru bara tækifæri fyrir alla, ekki spurning. Og við fáum æ fleiri bros. Nákvæmlega, þetta var flott staðreynd. Takk kærlega, elsku vinkona. Og takk sömuleiðis. En áfram með smérið eins og gárungarnir segja. Já, þú má ekki slóra svona á stórmótum og ekki slöksa. Við erum núna á leiðinni í Boccia Messu Berlín þar sem 2 íslenskir keppendur kasta bolta af kunst og prakti. Ef við kíkja? Kíkjum inn. Ófeður, hvað snýst þessi íþrótt eiginlega? Herðu, þetta Boccia sem upprunalega frá Ítalíu og það eru 4 grænakúlur og 4 svona dökkrauðar og svo 1 hvít sem þú kastar fyrst og þú átt að koma litakúlunum næst hvítu kúlunni. Þannig færðu stig. En þetta allt öðruvísi Boccia en við erum að spila á Íslandi. Já. Og hann Birgir bara búinn að æfa sig í 5 vikur með svona kúlum heima á Íslandi. Birgir, ekki skemmtileg íþrótt? Íþrótt, mér finnst það. Ég búinn að vera að æfa á Selfossi. Ekki mikil keppnismaður? Jú, rosalega keppnismaður. Þolir ekki að tapa? Ég þoli alveg að tapa, sko. En það ég tek því bara alveg að tapa, sko. Þó að
Ég ekki tapsár, sko. Ég bara stend mig vel, sko. Bara að vera með, það ekki? Já, aðalatriðið bara að vera með, sko. Það bara aðalatriðið. Það bara hafa gaman að þessu og það bara skiptir öllu málið. Ófur, ekki alltaf stærra og stærra sport? Boccia á Íslandi vinsælasta greinin innan IF. En ef við myndum byrja með þessa tegunda boccia á Íslandi, þá það gríðarlega vinsælt út af því að það ofboðslega skemmtilegt að spila með þessum kúlum. Og við getum spilað úti á sandi og alls konar völlum. En boccia sem við erum að æfa, það getum við bara æft á íþróttagólfi. Ekki gaman að þjálfa Birgi? Jú, ég búinn að vera þjálfari síðan 2011 og Birgir byrjaði 2005? Ég held að ég byrjaði 97? Já, 97. 98, það getur vel verið að... Og alltaf jafn gaman? Já. Alltaf jafn gaman. Já. Flott. Takk ykkur fyrir. Já. Takk. Rannveig, hvað ertu búin að þjálfa Hildi lengi? Ég held að sé svona 6 ár sem ég búin að vera með hana. Og alltaf jafn gaman? Já, þetta mjög gaman. Segðu mér hvað ástundin þýðir? Ástundin þýðir að þá náttúrulega eflir maður sjálfan sig og verður miklu betri. Þannig að það að gera að stunda þetta bara á fullu og mæta á æfingar. Það þýðir ekki að mæta bara rétt fyrir mót. Það þarf að mæta á þessar 2 æfingar sem við höfum í hverju viku og það hefur skilað henni hingað. Akkurat, vel gert. Þetta rosalega flott íþrótt, Hildur. Hvað skemmtilegast við íþróttina? Það góð spurning. Ertu búin að æfa þetta lengi? Já. Ertu spennt fyrir að keppa hérna á komandi tímaböllum? Já. Og þú þarf að taka fyrsta sætið, eða ekki? Já. Sérðu aukin lífsgæði með íþróttaiðkun? Algjörlega. Það styrkir þau og bara félagsskapurinn líka í kringum mótin sem þau fara. Það verið að fara allt land á stór mót og góð upplifun og svona. Já, það það sem gefur þeim mest að hitta aðra og fara á þessi mót og... Allir með, ekki satt? Jú, allir með. Geggjað, takk fyrir þetta. Takk fyrir. Keiluhöllin hér í höfuðborg Þýskalands náttúrulega ekkert slór. Hér okkur sko ekki kot vísað á bökkum árinnar Spree sem rennur þvert í gegnum Berlín. Íslendingunum 4 sem keppa að þessu sinni í keilu fyrir land og þjóð finnst auðvitað mikið til koma og eru bara í essinu sínu. Kristján, finnst þér ekki flott höll hérna í Berlín? Já. Ertu búinn að spila vel? Já. Hvað svona gaman við keiluna eiginlega? Bara mjög gaman. Hvað ertu búinn að æfa lengi? 4 dagar. Alltaf jafn gaman? Já. Er þetta ekki búinn að vera hörkumót? Jú. Hvernig gengur? Bara vel. Ertu að spila eins vel og heima? Já. Af hverju valdirðu keilu? Bara. Samt besta íþróttin? Jú. Adam, hvað snýst keilan? Til að ná flestu fellum. Hvað þýðir það? Að maður fá að hitta rétta merki. Er það auðvelt? Nei. Hvað er erfiðast við keiluna? Að ná feikju. Það fellir maður allar? Já, fellir maður allar. Hvað er skemmtilegast við þetta? Allt fólkið. Vinskapurinn? Já. Er þið búin að ganga vel? Já. Gott að heyra, takk fyrir. Takk. Rut, er þetta ekki bara besta í lífinu? Jó, ég elska þetta. Hvað er svona flott við keiluna? Að vinna og skemmta sér og bara fá fellu. Varstu góð í dag? Já, mjög góð í dag. Skorarðu mikið? Mjög mikið. Ertu mikil keppniskona? Já, mjög mikið keppnismanneskja.
Takk fyrir. Vel á góðum. Næst að koma sér út undir bert loft og halda alla leið til Bad Saro, sem að finna 30 kilometra austur af miðborg Berlínar. Þar eru 6 íslenskir kylfingar að spreyta sig á iðjagrænum brautunum í þessu sveiflukennda sporti, ef svo má segja. Tilþrifin á köflum tignarleg, væri nú bara að segja. Telma, það er keppt í mismunandi flokkum hérna í golfi á mótinu. Í hvað flokki keppir þú? Ég á level 1. Og hvað þýðir það? Þá ég að gera svona alls konar þrautir, þú veist, búta tvö mismunandi fjarlægðum, slá með bæði járni og tré og vippa og svoleiðis. Þú æfir nú heima á Selfossi en þessi völlur aðeins öðruvísi. Já, hann alltaf öðruvísi. Hann svo miklu stærri þessi heldur en heima. Segðu mér, hvernig upplifunin þín hérna á mótinu? Mjög góð, bara þetta svo stórt og þetta bara alveg rosalega mikið. Anton Orri, hvað ertu búinn að æfa golf lengi? 4. Hvar æfir heima? Á Akureyri. Hvað finnst þér skemmtilegast í golfi? Púta og slá land. Ertu góður í púti? Já. Og hvernig finnst þér svo að vera hérna úti? Bara fínt, bara of heitt. Ég er sammála að það er alltaf heitt hérna. Elma, er ekki hrikalegt að spila í þessum hita? Jú, það er rosalega erfitt. Þarf maður ekki að drekka rosalega mikið vatn? Jú, mjög. Ertu nóg dugleg að drekka vatn? Já. Anna, þið eru að spila saman, fötlu og ófötlu. Hvernig virkar það? Þetta er það sem við kalla Unified Golf og við sláum til skiptis alltaf annarkvort högg og þetta tengir saman fatlaða og ófatlaða og við erum bara ansi segar saman. Og við að innleiða þetta? Þetta er búið að vera í nokkur ár en það er alltaf fleiri svona keppendur og í mörgum greinum. Þetta brýtur múra, er það ekki? Algjörlega og er rosalega skemmtilegt. Og Elma, getur Anna eitthvað? Já, hún er alltaf að fara í baukara og já, hún getur alveg gert betur. Heyrðu það, Anna? Ó, já. Takk fyrir. Takk. Er þetta ekki bara eins og draumur hafa ræst að fá að taka þátt í þessu móti, Elín? Jú, það er bara virkilega gaman. Hvað finnst þess ekki? Þetta er bara sannur heiður að fá að taka þátt í svona heimsleikum Special Olympics. Eins og ég hef sagt til foreldrum að þetta er ekki sjálfgefið að fá að taka þátt í þessu leikum. Bara æfingarnar mínar að skila sínu bara til að fá þáttöku rétt. Elín, hvernig var það við þegar það var tilkynnt og þú fékkst að vita að væri að fara á það mót? Það var svolítið surprise fyrir mig. Ég hef farið 3 ára áður. Þannig að þetta var svolítið surprise bara. Varst þú ekki bara alveg brjálað þegar þú heyrðir þetta? Alveg crazy. Nei, ég var bara alveg í skýjun að fá fréttina að ég verið valinn út. Ég var bara að stefna alveg síðustu 3 ára að stefna á að fara á þessu leika. Þannig að þetta var svona draum sem gat ræst loksins. Elín, þáttaka í þessu skiptir miklu máli? Já, það gerir það. Sammálas ekki? Ég er svo hjartalega sammálas að, já, það er ekki sett. Það má alveg venja sig að vera hérna í Berlín. Borgin er ekki bara uppfull af stórmerkilegu sögu, heldur sívakandi og sérlega sjarmerandi. Vissirðu ekki að Berlín er ekki bara stærsta borg Þýskalands, heldur fjölmennasta borgin innan við Evrópusambandsins með almenn borgarmörk? Þú segir nokkuð, merkilegt. Þetta vissi ég ekki. En auðvitað lærir maður alltaf meira og meira eftir því sem farið er víðar lönd og álfur. Sjáu þið bara hérna, Brandenborgarhliðið, ein af táknmyndu Berlínar og eitt kunnasta mannvirki Þýskalands og raunar allra Evrópu. Það var tákngervingur friðar og sameiningar þegar Berlínarmúrinn féll fyrir meira en 30 árum. Hliðið var reist seint á 18. öld af þáverandi keisara landsins og markaði skilin á milli borgarinnar og Brandenborgar, sem er næsta sambandslandið sem umlykur alla Berlín, svo hún er eins og eyja á þurru landi.
Sjálft nafn borgarinnar Berlín merkir ekki björn eins og margir halda af því að hann í fána borgarinnar og rauninni allstaðar á vappi í borgarlandinu heldur mýri á slavnesku. En borgin sem varð til við sameiningu margra minni bæja og þorpa á sínum tíma stendur á deigu landi á bökkum ánna Spree og Havel. En þýsku árnar sem eru fjölmargar og vatnsmiklar hafa öldum saman þjónað sem flutningsleiðir í landinu. En höldum okkur við heimsleikana. Hér erum við aftur komin í Messe Berlín, vesturhluta borgarinnar þar sem fimleikastjörnur okkar fara náttúrulega bara á kostum. Já, við ekki Maggi, ef við ekki kíkja inn. Ég til ég. Hvað er spennt? Vá, þetta er geggjað. Já. Sjá hvað þetta er stórt. Það er bara stuð líka. Sérðu hvað þetta er stórt? Já, mikið stuð. Þetta er risa. Segðu mér Ragnhildur, hvað fjallar þessi íþrótt? Þessi íþrótt fjallar ballett og dans og danshreyfingar með áhöldum þar sem þær eru með nokkur áhöld. Það er alltaf keppt í 4 áhöldum og hún er að keppa í level 1 í dag þar sem hún er með borða, húlahring, bolta og sippband og þjálfa ég rosalega mikið í jafnvægi og kviðstyrk og alls konar ballettæfingar og fínhreyfingar. Vera með beina hendur og svona. Segðu mér, hvernig þjálfar þessi íþrótt? Ég þjálfa þessa íþrótt með því að láta þær gera alls konar styrktaræfingar bara með eigin líkamsþyngd, svo eru þær líka að gera mikið af jafnvægisæfingum og spörkum og svoleiðis, rosalega mikið liðleiki líka og eru þær mjög mikið að æfa með sín áhöld. Linda, you raised up in America, right? Yes, I was also born in Germany and I came back. To America? Yes. How is it to participate in Berlin? Incredible. I'm so happy to be here. Thank you very much. Thank you. Lúisa, hver ertu búin að undirbúa fyrir mótið? Áður við fórum við Berlín, fyrst við var í Captain. Já, og við var líka að æfa svolítið í íþrótti, já. Þú var búin að æfa? Jú, æfa og reyna best. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera hérna? Dansa með keilur, já. Flott, þakka þér fyrir. Verða góðu. Fimleikarnir hérna í höllinni eru á öllu tagi. Hér tekur til að mynda okkar fólk sjálft sig til kostanna í þessum líka tilkomu miklu hreyfingum sem einhvern tíma hefur tekið að æfa. Sjáu þið bara. Jæja, strákar, þeir eru bara komnir á stóra sviðið. Við erum það. Þetta er rosalegt. Svo skemmtilegt og þetta er svo stórt líka. Þetta er bara, ég trúi ekki að ég sé bara komin hérna. Hvað er búin að æfa lengi, Davíð? Ég held að það hafi verið meira en 14 ár síðan ég byrjaði að æfa fimleika. En þú, Tómas? Ég held að ég sé búinn að æfa ég held að þetta sé 12. árið mitt hjá mér núna. Eru svona áhalda fimleikar ekki stór hættulegir? Auðvitað, en sérstaklega ef maður er að æfa sjálfur. Já, ég tengi við. Það getur stundum verið alveg smá hættulegt ef maður fer ekki nógu varlega. Eru þið búin að meiða ykkur oft? Ekki ennþá, en nokkur úr hópnum hafa. Ég hef ekki meitt mig en ég hef stundum fengið bara eitthvað smá brunasár á hendina en þú veist, það fylgir. Það er rosa kraftur í þessu hjá okkur. Það getur verið og það er margir æfingar sem eru kraftmeiri heldur en það er verið að sýna. Já, það tekur rosalega mikið á þú veist, fæturnar, hendurnar, það tekur rosa mikinn styrk og kraft til að framkvæma það sem við, Davíð, gerum. Strákar, til hamingju með þátttökuna. Takk hérlega fyrir. Sama hér. Við getum ekki verið glaðari að taka þátt. Já. Elva, þú bara blómstrar algjörlega hérna. Já, mér finnst þetta svo geggjað. Mér finnst þetta svo gaman, þetta er æði. Ertu ekki stressuð? Nei, mér finnst svo gaman að keppa hérna, ég er aldrei stressuð. Hvernig líður þér best? Þú ert í besta forminu? Já, mér líður best þegar ég er í besta forminu. Er þetta ekki æðislega gaman að vera hérna?
Það bara algjört ævintýr og algjör upplifun að vera hérna. Ótrúlega gaman. Takk fyrir, til hamingju. Takk fyrir. Það dugur nú engin vettlingatök í næsta salnum hérna í Messi Berlín, en þar er verið að taka í lóðin. 2 íslenskir lyftingakappar taka þátt í kraftlyftingamóti leikana og það er hreinlega unun að sjá allt þeirra atgerfi og keppnisstað. Hér er María Sigurjóns að gefa allt í lyftuna. Sjáið þið einbeitinguna? María, þetta er ekki þitt fyrsta mót á heimsleikunum, er það? Nei, númer 2. Hvar varstu fyrst? Í Abu Dhabi. Er ekki alltaf mikil upplifun? Jú, allt öðruvísi líka núna heldur en seinast. Já, hvaða markmið ertu búin að setja þér? Að gera mitt besta og passa mig að meiða mig ekki. Segðu mér, ertu tapsár? Nei, ég held ekki. Aðalatrið er að vera með, það ekki? Jú. Og virk þáttaka í íþróttum hjálpar fólki, það ekki? Jú, ég mæla allan með þessu. Allt er gaman? Já, maður. The bar is noted for Maria Sigurjónsdóttir is Iceland. Ólafsson is Iceland. Og svo gerast hér hreinlega undur og stórmerki. Gott er ekki kraftaverk, eins og sumir áhorfandana hér í salnum hafa á orðið. En selfissingurinn okkar knái, Sigurjón Ægir, kemur hér í hjólastól sínum og rís upp á vanmáttugum fótum sínum og reynir við lóðinn. Heyr á endemi og áhorfendur ætla hreinlega að ganga af göflunum. Því líka hvatningin. Ég verð bara að segja, Ægir, þú ert algjör köggull. Takk fyrir það. Hvað ertu búin að æfa lengi? Ég er búinn að æfa í 7 ár. Hvað? Í CrossFit á Sölvali. Ertu alltaf að vera betri og betri? Já. Það gengur svona upp á hann. Trúir þú að maður í hjólastóli sem þú getur þetta allt? Já, það er bara að prófa og ekki gefast upp. Þetta er spurning um viljastyrk. Já, nákvæmlega. Er ekki magnað að fá þessar viðtökur hérna heimsleikunum? Jú, þetta er bara æðislegt. Þú varst bara hylltur eins og höfðingi. Já, þetta var bara allt brjálað. I want you to stand up, please, everybody, but now, everybody watch. Koma svo! Takk það! Já! Þú vannst fagnaðarlæti. Já, mér heyrðist það. Ertu ekki upprifin? Jú, þetta heldur betur þessu. Einu stóru stundunum í þínu lífi. Já, ekki vafa því. Til hamingju. Takk fyrir það.
Það var að sundið, maður lifandi. Auðvitað keppa Íslendingar í sundið, annað væri það nú. 4 þeirra eru hér að gera sitt besta í sundhöllinni í Evrópugarðinum í austurhluta Berlínar. Ef ekki kikið inn fyrir? Ég er til í það. Katla, hafi ekki þurft að æfa mikið fyrir mótið? Já. Marga mánuði? Já, mjög marga mánuði. Hvað er skemmtilegast við sundið? Bara allt. En Anna Björg, hvað ert þú búin að æfa lengi í sund? Ég er búin að æfa síðan 2019. Og þér finnst alltaf gaman? Já, alveg jafn gaman. Ertu mikil keppnismanneskja? Já. Hatar að tapa? Nei, ekki mikið. En hvernig er að vinna? Bara æðislegt. Það mikið stelpur. Takk fyrir. Ímir, er árangurinn ekki búin að vera góður? Jú, hann er mjög góður. Hverjum þakkar það? Öllum. Þjálfarnir kannski líka? Já. En Benjamin, hvaða vonu varstu með í hjartæðinu þegar þú komst hingað? Að vinna kannski? Jú, ég vann gullpenning. Já, flott. Ímir, af hverju valdir þú sundið? Því það er gott. Já. Ímir, þetta er alveg rosalega upplifun. Já, það er það. Já. Þið hafa mikið strákar. Takk fyrir. Takk fyrir. Tíunda keppnisgrein íslenska liðsins hér í Berlín er borðtennis og leið okkar leikur aftur til Messe Berlín, hinum megin í borginni. Og hér þarf sko ekkert að efast að okkar fólk er með auga á kúlunni. Þetta er ekki fyrsta mótið til það enga hana? Nei, ég var í Varsjá 2010. Akkur valdur þið borðtennis? Ég vildi breyta til aðeins. Og hvað varst þið áður? Ég var í Luxemborg, þá var ég í sundinu og svo var ég í frjálsum. Ég man ekki hvað ár það var reyndar en ég hef verið í frjálsum líka sko. Er ekki erfið íþrótt? Borðtennis er krefjandi, jú. Er ekki alltaf gaman að vinna? Já, alltaf gaman að vinna. Takk fyrir Inga mín. Takk sömuleiðis. Magnús, þú ert búinn að æfa þessi íþrótt mjög lengi, eða ekki? Já, ég er búinn að æfa rúmlega 6 ár. Og þetta er rosalega hröð íþrótt, eða ekki? Já, heldur betur. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í borðtennis? Bara að smassa og keppa. Hvað ertu búinn að taka marga leiki í dag? Rúmlega 2 leikir. Hvað ertu búinn að vinna einhverja? Rúmlega bara 2 líka. Vel gert, takk fyrir þetta. Takk. Það er meira fúkt í þessu, Maggi minn. Alveg heillandi að gefa öllu þessu sporti auga alla borgina. Já, bara margur Íslendingar hafa fylgst með hérna pöllunum. Þar meðal einn af ráðherrunum okkar, Ásmundur Einar Daðason. Eigum við ekki að heyra í honum? Jú. Ásmundur, þú vilt fá miklu fleiri fatlaðar íþróttir, eða ekki? Jú, íþróttir eru fyrir alla og við þurfum að gera allt sem við getum til þess að fleiri geti tekið þátt í því og við erum að vinna því og við sjáum bara hérna hvað þetta skiptir miklu máli. Þú er búinn að setja upp átakið allir með. Hvað þýðir það? Þar erum við að vinna saman nokkur ráðuneyti með íþróttahreyfingum fatlaðra, með Ungmennafélag Íslands, með fleiri sveitarfélögum, íþróttafélögum að hjálpa þeim við að koma upp skipulögð íþróttastarfi fyrir fatlaða og ætlum að bara fara í það markvisst að keyra það í gang og finna hvað það er sem veldur því að við erum ekki að ná að sjá aukningu og koma með lausnirnar og það sem þarf til þess að það verði. Tölur sýna að allt of fáir fatlaðir stunda íþróttir. Já, og það er bara ekki nógu gott og þess vegna verðum við að bregðast við og gera það sem við getum vegna þess að íþróttirnar eiga að vera fyrir alla. Hvaða skilaboð ferðu með heim frá þessu móti? Að við þurfum að halda áfram við að efla íþróttastarf fatlaðra og gefa miklu meira í. Og það er það sem við tökum með okkur hérðan, enda sjáum við bara kraftinn og orkun, ekki bara íslensku keppendunum heldur í öllu umgjörðinni. Við eigum að fjárfesta í fólki, það ekki? Við þurfum að fjárfesta í fólki og við þurfum að fjárfesta í íþróttum fyrir fatlaða og það er fjárfesting í fólki. Þórður, að lokum, hver er niðurstaðan þín á öllu þessu mótshaldi?
Lokaorðinu myndu vera þau að þetta alltaf jafn mikið gleði og ánægja og við erum hér með 30 manns í keppni og við vildum gjarnan vera með fleiri og leyfa fleirum að njóta og auðvitað stefnum við á það í framtíðinu að fá fleiri inn. Við erum komið með flott verkefni heima í körfubolta og viljum gjarnan að sá hópur njóti þess inn í framtíðinu að komast hingað. Við erum líka auðvitað með fullt af einstaklingum sem er að æfa fótbolta og það verður aftur sótt að það að fá hingað 7 manna lið í fótbolta. Þá erum við komið með 12 greinar og eins veit ég það að það er hópur sem hefur verið að æfa júdó heima og það er keppt í júdó á þessum leikum þannig að við myndum gjarnan vilja fá kvóta í júdó. Þannig að framtíðin er alveg, það er fullt af vinnu fyrir okkur að framkvæma inn í framtíðina og auðvitað fjölga iðkendum hér. Við erum lítil þjóð þannig að það getur verið svolítið erfitt fyrir okkur að fá þennan kvóta en við munum að sjálfsögðu reyna allt sem við getum til þess að efla og styrkja þetta verkefni. Þetta skiptir svo miklu máli? Já, þetta skiptir svo miklu máli fyrir alla að hafa eitthvað svona leiðarljós, eitthvað til þess að hlakka til, eitthvað til þess að keppa að inn í framtíðina. Þannig að fyrir hópinn sem er ekki að komast á Paralympicsleika eða inn í afreksíþróttir, þá horfum við á þetta sem íþróttur fyrir alla og möguleikan fyrir alla að geta haft eitthvað markmið inn í framtíðina. Það er algjörlega það sem við vinnum að sinna öllum. Þá er þessu bara lokið hérna hjá okkur í Berlín, Katrín. Já, þvílík rússíbana reið hjá okkur. Já, við viljum þakka fyrir okkur og óska keppendum til hamingju með mótið og árangurinn. Já, bara góð íþrótt og gull er betri, það er bara svoleiðis. Vel og virk, tökum þátt, það er málið. Takk fyrir okkur, bless bless! Bless bless!